Fyrstur á svið hér í þessum seinna hluta Tryggvi Farsveit. Tryggvi forstöðumaður hjá Opnum Kerfum, þar sem hann fer fyrir hýsingalausnum. Hann hefur starfað í yfir 18 ár að upplýsingatækni og hýsingatengdri starfsemi. Ég vil bara bjóða Tryggva velkomin á þessu. Eitt sem við taka fram að hérna við erum með fyrir ykkur fyrirlesana eins og áður, það eru gulu og rauðu spjöldin. Það eru eftir 25 mínútur, þá sýni ég ykkur gula spjaldið og reynum að klára þetta þannig við höfum tíma fyrir spurningar. Tryggvi, gjör svo vel. Já, góðan daginn. Tryggvi heiti ég og ég er komin hingað til þess að segja ykkur frá því hvernig við hjá Opnum Kerfum vinnum við gagnaver. Við reynum að tryggja rekstur á skápum og búnaðum og lögnum þannig að skjölunin sé alltaf nákvæm og það náum við að tryggja með ákveðnu verklagi sem ég ætla að segja frá og með því að nota ýmis tól og tæki sem ég mun einnig tala um. Með þessu þá erum við að ná mjög góðri yfirsýn yfir rekstrinum og við getum einnig byggt á reynslu. En það reynsla starfsmanna á Opna Kerfa sem hafa í 30 ár komið að því að setja upp búnað og reka í gagnaverum og vélasölum, stórum og smáum, hér innan lands og erlendis. Og við þetta höfum við náð að skapa mikla bæði reynslu og þekkingu. Þegar kemur að hýsingarþjónustu Opna Kerfa þá erum við að vinna í því að hýsa allt frá einni vél upp í heilu skápana ásamt ýmsir annarri þjónustu ofan á því. Og það var árið 2012 sem við fyrir samstarfi gagnaveri Vörn í Reykjanesbæ og við ákváðum það að gagnaveri Vörn yrði okkar aðalvélasalur og hafandi reynsla því að reka vélasali þá vissum við það hvað erfitt að keppast við það að vera með húsnæði sem þarf að stækka og ná nægu varafli og tryggja það kæling og annars í lagi. Þannig að allt þetta náðum við að fá í samstarfinu við Vörn. Við bæði þjónustum erlenda viðskiptavini Vörn og ásamt því að bjóða upp á þeirra þjónustu. Af hverju að gera þetta svona en ekki byggja upp sjálf? Jú, gagnaveri Vörn, það er hannað með alþjóðlega kröfur í huga og í alþjóðlegri samkeppni. Þar eru menn fókusaðir á hluti sem allt frá skápum og niður úr á móti við að fyrirtæki eins og okkar sem tölvufyrirtæki fókusað á allt frá skápum og upp úr. Og þar fáum við aðilar sem sjáum að fókusa á hluti eins og varafl, tryggja að sé nóg til af dísel fyrir dísilvélarnar, tryggja það að það séu samningar við eldsneytisfélög upp á að fá viðbótarbirgðir. Þeir prófa uppsana reglulega, þeir veita með öryggisverði sem fylgjast með 24/7 og einnig með þjónustumenn sem aðgengileg 24/7 fyrir svokallaða remote-handsvinnu. En það akkurat skáparnir og allt þar upp úr sem eitthvað sem við erum að sjá og því mikilvægt fyrir okkur að gera það rétt. Gagnaveri Vörn staðsett í Reykjanesbæ og við erum staðsett í Reykjavík, svona mestmægnir. En í dag þá skiptir ekki máli raunar hvar tölvubúnaður staðsettur. Hann getur staðsettur hér í Íslandi eða erlendis með réttum skjölun og verkferlum, þá þetta ekkert vandamál. Og það hefur sýnt sig fyrir okkur að hugsa hlutina þessu öðruvísi heldur en var gert í gamla daga sem mönnum þótti mjög þægilegt að vera með bara búnaðinn hliðin á sér og klappanum og svona. Að með því að hafa búnaðinn aðeins fjarrir okkur þá höfum við náð að okkar mati vinna hlutina betur. Og áður ég finna ákvæmlega út í það hvernig við gerum það þá ætla ég að tala um hluti sem við höfum lært í gegnum tíðina. Sérstaklega það kemur að skápum. Það er mjög algengt að koma að skápum sem hafa ekki nægilegt pláss fyrir lagnir
til að tryggja nægilegan og snyrtilegan frágang. Og það eru semst algengt mistök að fjárfesta í 19 tómum rakmátsskápum sem eru kannski ekki alveg svona gerðar fyrir íslenska aðstæður. En íslenska aðstæðurnar eru oft þannig, ólíkt þær erlendu, að erlendis þá fjárfesta fyrirtæki í skápum eða jafnvel röða skápum, fylla vélum og snerta sinni að gjá þeim í mörg ár. En hér á Íslandi er mjög algengt að fjárfesta í skápum eða skápaleiðir og síðan er bætt við einn og einni vél, jafnvel vélar fjarlægðar eða flutta milli skápa og við þetta er mjög erfitt að halda góðum frágang. Þannig að við horfum á skápinu svona hér í vörn, þá er gott pláss meðfram hliðum, þetta er ca. 12 cm sem við höfum náð að nýta til þess að ganga vélfráglögnum og akkurat verða tilbúinir að vinna í því að taka á móti einn og einni vél, fjarlægja, flytja og svo framvegis. Þetta gerum við annars vegar með því að vera með smá fókus. Aðilinn sem sjá það, tæknimennir, að setja búnaðinn upp í skápana, þeir eru fókusar á þessu leið. Þeir eru ekki fókusar á það að drífa sig að setja upp stýrikerfi eða einhvern hugbúnað. Þeir eru fókusar að gera þetta vel. Og við höfum einnig náð að nýta okkur hlut sem kallast skipastigi, sem er í raun álplata með fullt af götum. Og í þessu gött notum við svokölluð velcro-bönd eða bönd með frönskum lás og notum þau til þess að halda kaplana. Með þessari aðferð er mjög auðvelt að bæta við og taka út og það fyrirkomulag sem við erum með er raun þannig að við erum með tvær eða þrjár raðir af kaplum. Lengst til vinstri eru oftast með lengstu kaplana sem fer í vélina sem er neðst niðri og í miðju erum við með kaplana sem fari í vélarnar sem eru fyrir miðju og efstu vélarnar eru lengst til hægri. Í skápanum hjá okkur eru almennt séð með top of rack switch en einnig patchpanela eða þörgröfur og við reynum að terminata vélarnar alltaf í skápanum. Og þegar kemur að því að hugsa top of rack switch þá er mikilvægt að velja réttan búnað. Þeir sitja aftast í skápanum þar sem framleiti switch snýr aftur, ólíkt því sem venja er. Þannig að ágætt að hafa í huga að velja búnað sem með þannig loftflæði að hann taki kaldaloftið aftan og skilji heita út af framan. En margir switchar eru annars með loftflæði með loftintöku á hlið. En með þessu þá náum við að skila frágangi sem er nokkuð góður og hér má sér dæmi það bæði hvernig við tökum á rafmagninu sem er að hægra megin og lögnum sem er vinstra megin. En hins vegar það sem skiptir síðan einnig miklu máli, það er bókhaldið, vita hvað hlutinni eru, hvað skápar við eigum, hvað er í þeim og svo framvegis. Og það vinnulag sem við höfum það með okkur er að við setjum ekki neitt í skápana nema við erum búin að undirbúa fyrirfram. Ég fer nánar út í verkferilinn á eftir, hvernig hann virkar, en við notum til þess skjölun og til að byrja með þá skjölum við allt í wikikerfi okkar, sem er Confluence-wiki. Og það er ágætt að byrja skjölun þar, bæði varðandi þetta og annað, að sjá svona hvernig það vinnur með verklaginu og síðan fara að velja kerfið. Og við vorum svo heppin að lenda í því að finna mjög gott kerfi sem uppfyllti allar okkar kröfur. Tólið heitir Racktables og er open source hugbúnaður sem hægt er að sækja frýtt og setja upp. Og hann er sérhannað með það í huga að hafa stýringu á skápum og búnaði, öllum þessu físíku hlutum sem þurfa að koma fyrir, en einnig öðrum hlutum til viðbótar. Þarna getum við haft heildasýn á skápun okkar, ásamt því að við getum zoomað okkur inn í skápun og séð hvað er í þeim, eins og myndin vinstra megin sýnir. Það erum við með marga vélar. Búnaðurinn sem er í skápunum kallast object og eins og hér eru server sem við horfum á. Efst sem sérstaklega þá erum við með patchpanela, skipuleggjara og switchana. Allt skráum við þetta inn í Racktables og Racktables tekur líka ágætlega á hlutum sem eru með object í sér. Það er með bladekassar. Bladekassar eru með nokkuð blöð í sér, þannig að það verður object í object. Síðan eru hlutir eins og switchar sem eru kannski með línuspjald sem er annað object og undir því eru síðan gbkar og við skjölum þetta allt saman. Hægt er að fara og sjá nánar upplýsingar um einstaka tæki. Við horfum svona á þennan rekstur út frá fískinni. Hvað varðar búnaði sem við erum að hýsa fyrir aðra, þá skráðum við oftast lágmarksupplýsingar eins og bara tegund búnaðar, serialnúmer
leipulið sem við merkjum á vélarnar, en fyrir okkar eigin búnað skráum við oftast nánar upplýsingar eins og tegund örgjörða, fjölda, diskar, við skilgreinum ISO mikilvægastigið og hvernig við uppfærðum síðast förfærið og svo framvegis og síðan hægt að taka. En eitt af mikilvægasta síðan, og það er neðsti hlutin hér vinstra megin sem er allar tengingar út frá serverunum. Við getum alltaf séð nákvæmlega hvernig öll tæki eru tengd í kerfunum okkar út frá þessu. Og í þessu dæmi hér þá erum við með típiska netþjón, hann er með 2 tengingar við switch og við getum lesið úr þessu að þetta eru kópartengingar og við sjáum línunúmerið og við sjáum í hvað switchbúnaðurinn er tengdur og hvað porta á switchnum hann er tengdur. Annað er ILO-kortið og fyrir þá sem vita ekki þá er ILO management module sem er í HP-netþjónum en það er einnig til sambærilega modulur í öðru netþjónum líka. Þessi modulur gerir okkur kleift að vera í fjarska að stýra búnaðinum nákvæmlega eins og við værum á staðnum. Við getum kveikt á hann, slökkt á hann og tekið yfir, máttað ISO image og fleira. Og fyrir þær vélar sem eru ekki með þennan möguleika, þá notast við Digital KFM switcha. Þannig að við reynum almennt séð að geta fjarstýrt vélarnum alveg 100% hvar sem þær eru. Þá er það línunar og eins og ég sagði áðan þá höfum við góða yfirsýn yfir allar línur úr búnaðinum okkar og raunar er það þannig að við tengjum enga línu nema hún sé fyrirfram skilgreind í kerfinu okkar og við getum alltaf tekið út upplýsingar línunar okkar hvaðan þau fara hvert og hvaða leið og hugunin á þessu hjá okkur er þannig að lína er skilgreind sem samband sem fer frá A til Z. Hún getur farið yfir marga pathspanela og fleira og það eru bara pathar í því línunúmeri og hér er dæmi hvernig við horfum á þetta. Hér erum við með 2 netþjóna sem þarf að tengja og við getum horft á að grænu línunar eru pathsnúrur og bláu línunar eru baktengingar í pathspanelunum. Og þessar 2 vélar eru í sérhverju skápnum og til þess að komast á milli þeirra þá erum við með pathspanelina í miðjuskáp og í okkar verklagi er það þannig að það er búið að hanna þetta, skilgreinir línunúmer og okkar tæknimaður sem fer á staðinn og skilgreinir að setja upp línuna, hann getur strax séð út frá línubókhaldinu okkar að hann þarf að tengja 3 pathsnúrur, þannig að hann getur tekið það til og merkt þar fysiskt. Merkingarnar eru gerðar báðum megin á snúrunum og ég ætla að sýna ykkur það eftir smá stund og síðan getur hann valið hvaða skáp hann byrjar að vinna eftir hentusemi og klárað að vinna þar út af því hann veit alltaf úr hverju í hvað hann á að tengja. Varðandi merkingar á línum þá gengum við gegnum smá lærdóm. Við byrjum með hefðbundnum merkivélum svona sem ákveðlega fyrirfinnst í öllum fyrirtækjum og við sáum það fljótt að límmiðarnir voru ekkert sérstaklega góðir. Límmiðarnir fóru að losna og við ákvaðum að fjárfesta í betri búnaði sem styddi betri límmiða og svokallaða vínillímmiða og þá prófum við okkur áfram með eins og sést á myndinu vinstra megin neðri og prófum við okkur áfram með svokallaða flögg og flöggin eru ágætt nema hvað að þegar mörg flögg eru komin saman í einu böndli þá lítur þetta ekkert sérstaklega vel út og einnig það er dálítið erfitt að líma flöggin fullkomlega. Þau eiga til að límið fyrir maður fram hliðum og þannig að við prófum okkur áfram með aðra leið sem heita vertical wraps og er á myndinu hægra megin og það er svo leið sem við notum í dag og er mjög auðvelt að vinna með, bæði að finna snúrurnar og lesa af þeim og einnig líma þær. Og allar snúrur hjá okkur, ljóslegar kaplar og fleira, þetta er allt merkt með þessum númerum á báðum endum. Með þetta allt í bókhaldinu getum við tekið út alls konar upplýsingar og eitt af því sem við getum horft á eru svona teikningar. Alltaf tekið út frá lifandi gögnum. Hér til dæmis sýn á einum búnaði í annan. Við erum að horfa frá einum switch sem er tengdur við annan switch og við getum horft frá vinstra megin að þetta er ljóslegari sem er með S6 tengi hér vinstra megin og í gegnum kerfið fer þetta í gegnum multimode fiber. Og beinulínunar eru pathsnúrurnar og brotalínunar eru baktengingar pathspanelina og út frá þessu getum við alltaf
unnið á grafinu, getur smellt á tækið eða objekt og skoðað út frá þeim. Sem dæmi hér erum við með switch sem við getum horft á allar tengingar út frá því. Þarna erum við að fá í svokölluðu textaformi, þarna er þetta að smetla á það og vinna með og fleira, en einnig getum við tekið út í formi mynda eins og þessa. Og alltaf hægt að sjá þetta út frá því tæki sem menn vilja, auðvelt að lesa út úr þessu og auðvelt að tengja út frá þessu, en einnig líka gott að nota þessar upplýsingar til þess að verifæra að hlutir sé tengdir eins og það eiga að vera. En það er mjög sjaldgæft að við lendum í því að það sé ekki rétt tengt. En hvernig komum við þessu öllu saman? Hvernig notum við tólin okkar og tækin til þess að tryggja það að upplýsingar séu réttar? Við erum með mjög einfalt verklag sem við höfum unnið frá upphafi, frá því að við byrjum að vinna í vörum. Og hún gengur út af það að þegar kemur einhvers konar beiðni eða pöntun að setja búnað inn í gagnaverið, að þá fer það gegnum þetta ferli og þetta getur verið beiðni innanhúss eða jafnvel frá viðskiptavinni. Og það fyrsta sem við gerum er að fara í feril sem við kallum upplýsingasöfnun, þar sem við byrjum að spyrja það búnaðinn sem ætlum að setja þeim. Við fyrir að kanna tegund búnaðar, við spyrjum teikninga, hvernig menn vilja tengja búnaðinn. Það þekki ákveðlega margir hvernig að vera búin að gera ráð fyrir að ætla að tengja 1 server og það kemur ljós hann 2 og það er svona hlutir sem við viljum fyrirbyggja og koma í veg fyrir með þessum verklagi. Þannig að ef kunninn segir hann sé með 1 server og það kemur ljós hann sé 2 server, þá kemur það ljós á þessu stigi. Þegar þetta er allt komið þá förum við í hönnunarfasann og við tökum inn allar upplýsingar sem við fengum úr upplýsingarsöfnuninni og búin til teikningu sem sýnir til dæmis staðsetningu í skáp eða hvernig búnaður er tengdur. Þarna oft kemur í ljós að kúnnanum vantar eitthvað og hann vantaði internetsambandi sem hann var ekki búin að hugsa út í eða jafnvel hann vildi fá eldvegg eða eitt vílan í viðbót og við klárum það allt þar. Hönnunin er send til viðskiptavinarins og hann samþykkir áður en við gerum nokkuð. Þegar hann er búin að samþykkja þá hefst undirbúningur fyrir innleiðingu og það er þá configuration hlutin. Þarna tökum við frá alla þá resursa sem þurfum til þess að aðvenda þessa vöru og það er þá hlutir eins og WAF-RF eða VLAN eða IP-tölur og kunni fær upplýsingar þetta. Við erum þarna ásamt í hönnunarfasanum að skjala hlutina og kunni getur þá til dæmis sett IP-töluna strax á serverinn og shipa serverinn til okkar eða öllum búnaðinum og þá tekum við innleiðingarfasanum og þá er tæknimaður sem séum það að tengja í, setja upp búnað í skápana samkvæmt því sem var hannað fyrir. Þannig að hann vinnur bara eftir bókhaldinu, setur búnaðinn inn og oftast endur það bara með því að kveikja búnaðinum og hlutinni virka. Af hverju erum við að þessu? Við höfum séð það að hafa skilgreinda fókus, það hefur skilað okkur í betri nýtingu á mönnum. Við erum ekki að senda menn sem eru sérfræðingar í rekstri á stýrikerfum eða storage-búnaði í það að setja upp búnaðinn og vinna í lögnum. Við reynum að fókusa það á aðra aðila og nýta þá tíma annara í annað. Við höfum fyrirbyggt mikið af dauðum tíma í kringum þetta og minnkað óverhætti með þessu og sem bónus þá höfum við fengið fullkomna skjölun og getum alltaf nýtt hana. Við nýtum skjöluna mjög mikið og við getum alltaf gert eitthvað betur, við getum bætt við sjálfvirkni og fleira inn í þetta sem er option fyrir okkur. En á endanum þá höfum við náð að lágmarka mistök. Þetta er allt sem ég hef að segja þetta en ef ykkur hefur spurningar þá er ég tilbúin að svara þeim. Takk fyrir. Já, við höfum alveg 10 mínútur fyrir spurningar. Einhverju sem að vilja spyrja? Já, gjör svo vel. Það er, Racktables kann á alls konar tæki og það mætti segja að það sé á einhver template í því. Ertu að hugsa til dæmis hvaða hlutir þú vilt geyma, þú veist?
Já, þú skilgreinir reyna bara tegund rekkana þegar þú ert að setja það upp, 42 eða annað. Og, já, þú skilgreinir, þú veist, þetta er dælt þjóðn eða bleitt þjóðn eða eitthvað slúst. Það mætti segja það. En hugbúnaðurinn er, eins og segja, open source og frýr og hver sem getur sótt hann og sett hann upp og prófað. Mér langar eiginlega að spyrja hérna spurningar. Hvað varðum, nú var hérna mikið umræðinu, hvað varðum hérna þessa uppsetningar þar sem að það eru bara teknir inn gámar í heilu lagi fullir á sörfum? Erum við ekkert með það þarna á sögufráða? Ég get kannski aðeins sagt frá því það er mjög merkilegt að þegar stórfyrirtæki eru að senda búnað til landsins, jafnvel fyrir milljónir, að það er oft sem menn er ekki að halda eftir bókhaldið svona. Þannig að við til dæmis lendum í því að setja kannski upp heilan skáp eða fleiri og við erum ofta að hvetja til þess að skjala hlutina svona. Þetta kunni spyr alltaf endanum í hvað skáp er búnaðurinn minn eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þegar kemur að þannig stórum veistlingum þá er menn mjög fókusaður að koma upp tengja og eitthvað svona, en menn eru ofta ekkert að hugsa nákvæmlega í hvaða skápum hlutinir eru. Það oft kemur eftir á. Þannig við viljum tryggja að það sé í upphafi. Ok, takk fyrir. Eru fleiri spurningar? Ef ekki þá þökkum við Tryggva kærlega fyrir.